Jæja, komið sæl, kæru vinir og verið velkomin aftur í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersir Arnaldsson heiti ég. Blessaður. Blessaður. Við erum komin aftur hingað í splungun í að þátt af hlaðvarpinu Söguskoðun. Eina ferðina sem oftar. Og hvað segja söguskoðunarmenn í dag? Já, þetta skot gengur hjá okkur, við erum bara að pimpa út þáttum. Já, það þýðir ekkert annað. Nei, og síðan náttúrulega, ég hef spenntur fyrir þessu núna, ég mitt að fara í fornöldin aftur. Það er ekki langt sem við verið í fornöld. Jó, í þettinum í dag ætlum við að fara aftur til fornaldar og það er alltaf gaman að fara til fornaldar. Við vorum einmitt búin að vera svolítið svona í nútímanum kannski, má segja. Og fara svolítið svona úr einu í annað kannski hér upp á síðkastið í síðustu þáttum. Við vorum hér í síðasta þætti að ræða svolítið svona kenningalega þungt efni og alveg svona félagsvísindalegt málefni og þá er einmitt svolítið hressandi að fara bara svona alveg back to basics og fara bara í svona klassíska stórkarlasögu. Já. Sem við erum að gera hér í þættinum í dag. Einmitt. Og þá er það nú ekki úr vegi því að við höfum nú áður gert það stundum svona til að fríska þessu upp. Við höfum talað hér Júlíus Caesar og við höfum talað Alexander Mikla, svona þessa stóru kalla í fornöldinni. Já. Það var einmitt komið að Hannibal. Hannibal Lecter. Já, Hannibal Lecter. Stór kall úr fornöldinni. Já. Nei, Hannibal Barca, heitir hann það ekki? Jú. Mjög stór einstaklingur í sögunni. Og hvernig ætlum við að ráðast á það? Við getum nú byrjað á nafninu, því mér finnst það svo áhugavert. Já. Og mér finnst svo áhugavert líka að Hannibal nafnið sé sagt, hvað segja, bara venjulegt nafn í dag. Því já, þetta tengist við þetta Bal, jú, goðinu, sem er nú ekki vinsæll í Gamla testamentinu, í bókinum goðu. Nei. og Hannibal þýðir náð Guðs, að því Bal þýðir bara Guð. Einmitt. Og þetta Barkanafn, þetta er svolítið notað svolítið eins og svona ættanafn og það sé þannig í raun og veru ekki, en þeir voru kallaðar, já, þetta var einhvern veginn svona, hvað var að kalla þetta? Viðurnefni eitthvað sem festist við fjölskylduna og það þýðir elding. Já. Þannig að, ég veit ekki hvað kalla náð Guðs eldingin. Já. Leiftur. Leiftur, já. Já. En síðan er líka svo fyndið þetta oft með fornöldina. Já. Það er eins með þetta er náttúrulega Karþagó og Púnverjar. Og menn var ekkert frumlegir og það er líka svona í sögunni, það að vera frumlegur hefur aldrei verið í hávegum haft, það er aldrei þótt flott, það er bara á seinni tímum og nýjöld, þannig að það er algjört nútíma fyrirbrigði. Þannig að þess er eins og fyndið, eins með Rómverjana, þeir hétu allir bara eitthvað Gaius og eitthvað slíkt. Einmitt. Marcus og eitthvað svona, alltaf sömu nöfnin. Fabius, Flavius. Já, allt sömu nöfnin, aftur og aftur. Jú. Og þú veist, og stelpunnar Cornelia og síðan Cornelia stóra eða litla. Já. Og eitt dæmi þá eru það 4 Corneliur og menn veit ekki nákvæmlega hver og hvað, það er bara mjög einfalt. Já. Og þetta er svolítið líka hjá Púnverjunum því þetta er alltaf sömu nöfn, þetta er Hannibal og Hasdrúbal og svona nöfnin sem koma aftur og aftur. En þeir voru heldur ekkert frumlegir í þessu. Pappa sitt einmitt Hasdrúbal. Það heitir ekki Hamilkar. Já, Hamilkar, já, fyrir ekki. Pappan sitt Hamilkar. Já. Og bróðurna sitt Hasdrúbal. Já, alveg rétt. Einmitt. Þannig að þetta voru frumleg og náttúrulega allt þeir eru það allir synir Bals. Já, að því Hasdrúbal því Bal hjálpar, eða hjálp Bals. Já. Og sem var þriðji bróður, þetta Mago, það passaði ekki alveg inn í þetta, en það er samt Guðsnafn líka, það er Guðsendur, sending frá Guði, eitthvað slíkt. Það er alltaf áhugavert hvað nöfn þýða. Einmitt. Já, það er áhugavert að, góða punktur hjá þér að það er áhugavert
hvernig það hefur atvikast að Hannibal hafa orðið svona venjulegt nafn og þetta nú ekkit mjög algengt þessu til dæmis í ensku og svona það nokkuð. Nei. Getur ekki verið að þetta sé kannski bara svolítið algengt á Íslandi? Já, það er spurning. Hannibal. Það er alltaf litaður þetta sem klassíska Hannibal Lecter og allt það. Já, reyndar. En svo er þetta kannski líka, kannski er þetta ekkit svo algengt nafn, þetta eru kannski bara þessir svona hafa verið frægir stjórnmálamenn sem hafa heitið þetta á Íslandi, Hannibal Valdimarsson og Jón Baldvin Hannibalsson og hvað er, kannski er þessna sem að manni finnst það svona eðlilegt. Nei, ég veit það ekki. Já, það er líka eitthvað barnabók, hún til þetta. Hvað heitir, ég velkomin heim Hannibal Hansson. Hannibal Hansson? Já, þetta er eitthvað í fjölskyldunni. Það er alltaf þetta farið þetta bara í Íslendingaskrá. Íslendingabók segi. Já, ég ætla einmitt að gera, ég ætla einmitt að sjá hversu margir heita þetta, maður sjá hérna. Það eru 10 sem bera nafnið Hannibal sem fyrsta eiginnafn og 5 sem bera nafnið Hannibal sem annað eiginnafn. Já, ok. Þannig að það eru þá 15 manns þann 1. janúar 2025 sem að heita Hannibal. Já. Og til samanburðar eru 1000 manns, yfir 1000 manns sem heita Andri. Já. Þannig að, já, það er kannski ekki svo algengt í rauninni. Nei, mitt. Það er það ekki. En enga á síður, svona áhugavert að þetta púnverska nafn sem kemur þá frá fönikjöfumönnum fyrir botni Miðjarðarhafs og svo þetta, þú veist, áfram í Karþagó og rekið sér allt norður til Íslands. Það er áhugavert. Já, einmitt. En það ber líka náttúrulega vottum þá náttúrulega hversu stórt nafn náttúrulega Hannibal og er í mannkynssögunni. Hannibal auðvitað er mjög fræg sögupersóna. Og þetta er svona einmitt líka maður sem að hefur verið af því kaliberi, sem sagt, gjörðir hans sem við ætlum nú aðeins að tala um í dag. Og þær sögur sem voru skrifaður hann, þetta hafa gert það verkum að hann varð svona legend. En það sem er auðvitað svo áhugavert auðvitað við Hannibal náttúrulega, maður ber hann saman við önnur stórmenni eins og Júlíus Caesar eða Alexander Mikla, það var auðvitað það náttúrulega Hannibal tilheyrði menningu sem að hvarf og það er ekki hvorki tangunni tettur eftir af þessari menningu. Nei. Nema auðvitað einhverja fornleifar og svo leifarnar sem eru til í hinum rituðu heimildum sem að óvinir þeirra skrifuðu fyrst og fremst. Já. Og í besta falli hlutleysingjar. Já. En það er auðvitað svo frægt að þá auðvitað eyddu Rómverjar Karþagó ríki eftir 3. púnverska stríðið og við getum svo sagt að hérna í svona í inngangi að þetta voru 3 stríð sem áttu sér stað á milli Púnverja eða Karþagómanna annars vegar og Rómverja hins vegar og fyrsta púnverska stríði var árið 264 til 241 fyrir Krist annað púnverska stríði var 218 til 201 og svo var síðasta og 3. púnverska stríði 149 til 146 fyrir Krist og það endaði með eyðingu borgarinnar og það sem að náttúrulega þetta fræga og symbolíska aðgerð átti að gerast sem að ég reyndar hef séð að gerist nú kannski ekki í alvörunni en nú meira mýta að þeir hafi stráð salt í jarðveginn til að passa ekkit yxi þar síðar en engu að síður og þá hurfu Búnverjar og Karþagómenn af yfirborði jarðar eftir þessa 3 atburði og þetta er líka kannski áhugavert að því við vorum að tala hérna alþjóðastjórnmál og hvernig ríki hegða sér að skoða púnversku stríðin og samskipti Karþagó og Rómverja í þýljósi líka. Já. Að þetta eru 2 stórveldi sitt hvoru megin við hafið sem eru í baráttu við hvort annað völd og yfiráð og eru með svona áhrifasvæði í kringum sig og leppríki í kringum sig. Já. Og það spilar inn í hvernig þessi stríð hefjast og enda og spilast út. Það eru leppríkin eða fylgiríkin sem að fylgja sitt hvoru stórveldinu og síðan
önnur svona myndlíking eða hvað þessi önnur líking við nútíman að þetta voru einmitt 3 stríð sem að svona koma svolítið svona í kjölfara á hvort öðru, þú veist, annað stríði byrjar af því að menn voru ósáttu við það hvernig fyrsta stríði endaði og það svona eins og þú nefndir einhvern tímann hér að fólk í framtíðinni myndi líklega slíta á fyrri og seinni heimsstyrjöld sem eitt og sama stríðið fyrri hálfleik og seinni hálfleik. Já. Eins og okkur tamt að tala þessa atburðið sem svona 3 lotur í einum leik. Já, það er svona sérði myndar sem að næsta kynslóð tekur við. Já. Það til dæmis, þú veist, aftur á Hannibal, hann fæddur hérna 247 fyrir Krist. Faðir hans var leiðandi hersöðingi út í fyrsta púnverska stríðinu. Já. Þetta alltaf frægt síðan þessi atburðu þegar að faðir hans tekur hann með sér í musterið og lætur hann sverja þess eið að hann muni ávallt vera andstæðingur Rómar. Já. Og muni hattramlega berjast gegn Rómaveldi. Og Hannibal alinn upp við það að hann á að ná fram hefndum og það þarf að hefna ófarna í fyrsta stríðinu. Einmitt. Og svo hann þá þú veist bara næsta kynslóð og hans bræður sem taka síðan við í öðru púnverska stríðinu. Einmitt. Og svo fer það að það fór og svo líður smá tíminn og síðan það næsta kynslóð sem kemur við, sem tekur við og loksins klárar þetta. Einmitt. Þetta áhugavert líka því að sko líka bara það hvernig Karþagó hvarf. Því að þetta var öflugt og siðmenntað ríki, flókið ríki þarna og með ritmál og menningu og aldagamla, þú veist, gamlar stofnanir og flóknar stofnanir og stjórnsýslu stofnanir og her og allt mögulegt, tæknilega þróað stórveldi á þessum tíma. Já, til að svipa Róm hvað það var að þeir voru með svona öldungadeildaráð og þeir voru með ekki 2 konsúla, þau kölluðu eitthvað annað, en þú veist svona svipa framkvæmdavald. Einmitt. 2 menn svona kostnir og mismandi kostningakerfi. Já. Þannig að þú veist, þetta var ekki einræðisríki, þetta var þetta fámenni stjórn en engu og síður var samt verið að takmarka valdið, þannig að það var engin einræðisherra þarna. Nei. Ekki konungur eða eitthvað slíkt. Nei. Og þetta er svona verslunarborg. Einmitt. Og þetta, eins og við komum nú að hér þegar við ræddum Fönikíumenn hér fyrir nokkrum þáttum síðan, eða nokkrum, já, það er nú örugglega komin einhver ár síðan það var. Þetta, Karþagó, þetta er útvöxtur frá Fönikíu. Já. Og ástæðan fyrir því að Rómverjar kölluðu þá Púnverja náttúrulega því að það er það orð sem við notuðum Fönikíumenn. Þannig að í rauninni þýðir Púnveri bara Fönikíumaður í rauninni. Jú, eins Karþagó þýðir bara nýja borgin. Nýja borgin, já. Menn hafa aldrei verið frumlegir þegar verið að stofna nýja borg, þú veist, það er nýja Jórvík eða nýja Amsterdam og Karþagó Nova er það þá nýja borgin. Já, það sem er svo fyndið, Karþagera á Spáni, það er nýja borgin. Einmitt. En já, þetta er nýlenda sem vex út frá Fönikíumunum og maður getur auðvitað borið þetta saman við eins og Portúgal eða eitthvað. Líka áhugaverður samanburður þetta því að eða Amerík, Bandaríkin eða hvað þú veist nefna. En kannski frekar Bandaríkin betra dæmi. Það verður svona eigin ríki og fyrir að vera með sinn eigin imperialisma. En svo er það sem er svo áhört þetta líka er við tölum líka aðeins bara svona rétt samfélagsgerðina því að þessi borgu, þetta var fyrst og fremst verslunarborg, þetta er ekki tilvíðun að hún er staðsettar sem að Túnis er einmitt í dag og sem Túnisborg er að allir, að því náttúrulega á fornöld, þú reyndir helst að sigla með frá ströndinni. Já. Hættult að fara frá ströndinni og skipin voru líka þannig gerða, þú þurftir ofta að sigla upp á strönd og hvíla oft þar. Og það var klassíst, sigldur upp á ströndin og þar kveiktur bál og eldaðir og svartskaskju nóttina og svo fórst aftur borið skipið og sigldir af stað. Þannig að fyrir verslunina sem er að fara frá annarkvort austurluta Miðjarðarhafs vestur eða vestur og austur að þá var það langt flest skip sem sigldu þarna þá á milli þá það sem er Sikiley og Túnis.
einmitt að það hættulegt sundi þarna milli Sikkilegar og Ítalíu mikið hættulegari leið þannig að fyrir Verslunarborg var þetta náttúrulega feikið góð staðsetning og Róm auðvitað lendur þetta saman við þá í fyrsta Púnverjastríðinu sem endar þannig að þeir Karþagómenn gefast upp og yfirgefa allir með Sikilei og Korsíku og Sardiníu og þarf svo sem að fara í sauman á því og hann Hamilkar Barca hann lifir af það stríð en var auðvitað mjög ósáttu við hvernig það stríð fór þetta er auðvitað ekki lýðræðisríki en þú veist þetta er ekki einræðisríki þannig að þú ert með mismunandi svona valdablokkir sem er að deila og Hamilkar svona varð svolítið undir þá einmitt og þá er svo áhugavert að sjá nefnilega hvað gerist í kjölfar af því þá var Hannibal 9 ára gamall að þá yfirgefur sér Hamilkar Karþagó og heldur til Spánar einmitt með engaher og í óþökk borgarinnar einmitt og heldur þarna þá bara í enga leiðangur og tekur þá strákin með sér og þarna erum við að tala millistríðsárin þarna millistríðsárin vegna þess að þá er hann með áætlun hann ætlar sér að halda til Spánar byggja þar upp nýjan hvað við segja svona byggja upp veldi sitt byggja upp veldi Karþagóborgar til þess að undirbúa sig síðan fyrir stríð gegn Rómverjum seinna meir vegna þess að Spánn á þessum tíma var sundrað land fullt af mismunandi ættbálkum og slíkt en mikið á gulli og silfri og málmum og hinn og þessu og verðmætt land það voru líka hermenn þaðan og vopn, góð vopn þóttu þeir geta smíðað og sem bæði Rómverjar og Karþagómenn nutu góðs af algjörlega og einmitt hermenn sem voru frægir fyrir sína dirfsku því keltarnir trúðu á endurhólkun þannig þeir voru ekki hræddir við að deyja nei. þeir voru hvort þeir var að fæðast nokkrum dögum seinna þannig að það var ekkert að óttast þannig meira alls þetta mikli talur hvað voru hugaðir þegar hann spurði það á eitthvað skipti hvað óttastu það eina sem á sörið það eina sem við erum hræddir er að himnarnir hrynji og falli ofan á okkur það var bara heimsendir það var eina sem gæti vera hættulegt allt annað var bara tilíkaskítur en það var líka að því við erum að tala um þessar nýlendur því Púnverjar höfðu svo stofnað borgir annars staðar rétt eins og Grikkir höfðu gert og meðal annars Katis á Spáni margir hvað hann hét á þessum tíma er mjög svipað það allir með svar Kates púnversk borg og hún er Atlantsafsmegin við Gíbraltarsundið nota bene sem er áhugavert þannig að hann tjáltaði þangað og fekk sér stuðning líka frá borginni og svo hægt og rólega byrjar hann þá að byggja upp eigin svona valdamiðstöð og byggir hann upp leggur undir sem mismunandi ættbálka og styrkir stöðu sína með það þá markmið að byggja upp svona ákveði bara byggja veldi Karþagó á Spáni sem hafði ekki verið til staði fyrir því Karþagómenn þeir höfðu nú ráðið yfir Sikilei og Sardiníu og eitthvað slíkt en þannig var samt aldrei eðli borgarinnar að leggja undir sér landsvæði eins og Rómverjar gerðu þetta voru fyrst og fremst verslunumenn eins og til dæmis þá nefnir það að hún sé Atlantshafsmegin Katis Karþagómenn sendu leiðangra og sigldu allt til Bretlandseyja og sigldu líka suður eftir með vesturströnd Afríku og það tala að þeirra var siglt allt aftur til allt alveg niður til Níger einmitt og alveg tölvert suður fyrir Sahara og það var náttúrulega líka mjög áhugavert náttúrulega ef þeir hefðu til dæmis kannski unnið ef Karþagómenn hefði haldið áfram að sigla uppgötvalönd í vestri eða siglt alveg suður fyrir Afríku eða hvað það er góðsegning þess efnis meira sem þeir hafa siglt alveg suður fyrir Afríku og gæti hafa gerst töluðu ekki þetta líka þegar við töluðum Fönikíu menn ráma mig í að við hefum komið það sinna á þetta en mér finnst þetta mjög áhugavert líka góð punktur sem nefnir að því að við höldum áfram með narratífið að bara svona eins að koma að því að því við vorum að tala með áðan hvernig þetta veldi var gjörsalega eitt út af kortinu og
og þú veist og með við það að það hafi verið svona öflugt og að vera á pari við Róm þá er það alveg stórmerkilegt og þú veist, þetta er svona eins og ef að þeir hefðu sko bara eitt Þýskaland út á kortinu sko 1945 og svo væri bara ekkert eftir það, skilur hvað ég meina Einmitt. Fyrir framtíða sagfræðinga sko Þýsk tunga horfin og já engin gögn eða neitt og bara þú veist, ekkert eftir sko nema fornleifar og heimildir frá óvinnunum sko já, algjörlega mjög furðulegt en það sem auðvitað gerist að því menn þau auðvitað kannski líka allt að segja á því að sitja en sögusviði líka með það að Rómarveldi auðvitað á þessum tíma á 3. öld fyrir Krist er náttúrulega ekki orðið þetta stórveldi eða heimsveldi sem að þeir eru seinna, þeir eru náttúrulega búin að leggja undir sig nágranna héruðin á Ítalíu og þegar komið er framundir þennan tíma þá er ráð og Rómverjar yfir svona næstu því öllu Ítalíu stigvílinu og náttúrulega þar fyrir norðan á því svæði sem er í dag Norður Ítalía, þar byggu keltneski þjóðflokkar sem að svona skiptist á og að vera svona af og á vinir og óvinir Rómverja og enda var það nú kallað líka Gallia Cisalpina þarna nyrst Gallia okkar megin við Alpa já. Og það sem að náttúrulega síðan það sem að þetta gerist þegar eftir þriðja búnverska stríð svo fyrir maður fram í tímana því að ég ætla að reyna að koma þess að hérna áðan í innganginum þetta að sko þarna stendur Róm eftir sko án svona worthy opponent eitthvað svona, það er ekkert annað svona skipulagt miðstýrt en að gesalapa siðmentað stórveldi á pari við þá sem að ógnar þeirra stöðu Nei. Þú ert náttúrulega með minni og svona óskipulagðari einingar sem að Rómverjar takast á við á áratugunum og öldunum sem koma seinna og það er ekkit þar með sagt að þessar þjóðir hafi verið sko minna erfiðar viðuregnar endilega en samt svona einhvern veginn ekki standa kannski ekki alveg jafnfætis Rómverjum Nei. Ef þú skilur hvað ég meina Já. Og það runni ekki fyrir en þeir komast í kynni náttúrulega við þú veist Partha og þessi stóru miðstýru konungsríki í austrinu setna sem að það gerist Já, og meira segja þar hafði Parthar svo sem aldrei neina burði til þess að geta ógna Ítalíu sjálfri Nei Jú, þetta gáttur tapað hryllilega í austrinu og slíkt en að tapa svo agalega að Parthar myndu sitja sjálf á Rómaborg var nánast ómögulegt og það kannski líka einmitt að því að aftur á þessum með hvernig sagan hefði geta farið að því að einmitt þetta skýtur Rómarveldi upp á stjörnuhiminin og við höfum þær afleiðingar af því sem við höfum sem eru náttúrulega gríðarlegar afleiðingar alveg gríðarlegar sem að bara definerar bara vestrið bara eins og það leggur sig sko sem afleiðing af Rómaveldi og algjörlega öllu því sem gerist þar og þú getur ímyndaðir ef Hannibal hefði unnið og stríðið hefði farið á hinn veginn þá væri heimurinn gjörólíkur í dag Já, gjörsamlega því til dæmis bara latínan latínu var alltaf fyrst og fremst töluð í Rómaborg og þarna í öðru púnverska stríðinu þú þurftu ekki að fara lengra en Capua sem er rétt hvað norðavinn við þarna Napoli í dag ég myndi skjóta og verið kannski 2 tíma að keyra það frá Rómaborg Einmitt. Ég held ekki lengra en svo þar töluðu þeir ekki latínu margir töluðu einhverja ítalska mállýsku Einmitt. og suðurhluti Ítalíu stígvelið þar voru grískar borgir töluðu menn grísku og hinu þessu tungumál sem voru töluð hér og þar Ítalíu og latínan var bara pínulítið svæði í kringu Rómaborg Einmitt. Já. Þannig til dæmis að Rómaborg hefur verið þurrkuð út sem var eina leiðin til þess að sigra Rómverja þá hefði þetta farið út á hinbógin að latínan og þessi siðmenning hefði þurrkast út og maður getur meira að hugsa sér að latínan hefði dáið með síðustu rómversku þrælánum Já
og Ítalía hefði aftur bara klofnað og orðið að hinum að þessum smáríkjum. Já, þá erum við nú væntanlega ekki með páfan í Róm. Nei. Það er páfa í Karþagó. Ég veit. En þetta er auðvitað áhugavert að þetta mikla stórveldi Karþagó horfið og það voru ennþá einhver tengsl við móðurlandið í Fönikíu. Þau voru nú helst trúarleg, hef ég lesið. En það var alls ekki lengur þannig að Karþagó var einhverju leyti stjórnað frá Fönikíu eða neitt svoleiðis, þetta var náttúrulega algjörlega eyðiríki. En hann fór nú aftur þangað Hannibal seinna meira, svo við munum kannski koma að við ræðum aðeins hans og hans æviferil. En akkur er Hannibal svona frægur ef að keyra aðeins í gegnum þessi stríð og þessa sögu? Já, getur ekki bara rétt samt skotin bara svona nokkrum klassískum þemum líka. Það er oft náttúrulega borið saman í ríki, það er náttúrulega mikið nota líka í alþjóðastjórnmálum. Því þetta er eins og svipað og Aþena og Sparta, eða Bretland og Þýskaland, eða Bandaríkin og Sovétríkin. Nákvæmlega. Þar sem að Róm er þetta ríki sem er byggt á landi og landhernaði. Karþagó aftur móti byggt á hafinu og verslun. Það sjáum sem er Bandaríkin eru hafið fyrst og fremst, enda með stærsta flota í heimi. Róm endalaustan mannafla, eins Sovétríkin endalaust mannafli. Já, eða jafnvel Þýskaland líka, ætlar að bera það saman við Bretarnir áttu með lítinn landher, svona sögulega. Já, þú getur líka sagt kannski Bretar og Frakkar aðeins fyrr. Já. Karþagó aftur móti, mikill auður, getur alveg sagt, fáað ríkja í ýmsu leyti, með alla þessar vellauðugu verslunarmenn á meðan þau stóru hjá Rómverjunum. Rómverjur líti alltaf niður á verslun. Það var bara fyrir aumingja. Almennilegu rómverskur aðalsmaður, hann átti land, hann átti rísa landekrur sem voru unnar af svona þrælarnir unnu og þaðan kom auðurinn. Þú ættir ekki að vera að selja, það var fyrir neðan því. Þó auðvitað einhverju aðalsmennu leittist út í verslun og slíkt, því að menn fjárðanga þess að peningurinn en það var aldrei í hávegum haft. Nei. Mikil áhersla líka á að borgararnir voru í hernum og þessi hervæðing þar sem að allt samfélagið var virkjað í herinn. Það var gjörsamlega á skjön við Karþagó. Karþagó menn treystu alltaf á málaliða fyrst og fremst, bandamenn og undirsáttök og slíkt, og voru mikið gegn því, það var alltaf sterk andstaða við það að vopna borgarna í Karþagó. Og það er náttúrulega liður í því af hverju Rómverjar gátu alltaf kallað út nýjan her, og til dæmis með þetta hug verða að skjóta því inn, til dæmis eftir að Karþagó tapar fyrsta púnverska stríðinu, þá í kjölfarið af því hélt stríðið áfram heima í Karþagó, því málaliðarnir sem Karþagó hafði notað, þeir fengu ekki greitt. Þeir urðu brjálaðir, snerust gegn Karþagó borg og sátu borgina og rændu og rupluðu sveitirnar og slíkt. Þannig að Karþagó þurfti þá að virkja eigin borgara sem var alveg á skjön við þeirra gildi svona almennt. Og stríðið var það heiftut, og það er náttúrulega að tala um það að Hannibal er náttúrulega ungur strákur, hann auðvitað upplifir þetta, og grimdin var slík að málaliðarnir höfðu tekið Karþagó menn til fanga, að þeir vönuðu þá fyrir framan borgarmúrana og krossfestu síðan og grófu lifandi. Og Hamilkar Barca spilaði megin rullu síðan í að ná að sigra þessa málaliða. Þetta var mjög blóðugt stríð. Einmitt. En aftur á þessu sem þú varst að nefna með samanburðinni til áhugavert og ég fæ alveg minningarnar frá því við vorum að tala um Fönikíu, því við nefndum þetta mitt líka þegar við tölum um Fönikíu, að Fönikía og Grikkland, þú veist, eru svona þessi svona sjávar verslunaveldi einhvern veginn versus svona þessi þungu landveldi í austri sem við erum alltaf að díla við og eru svona ákveðnar andstæður, og ég myndi svo Grikkir og Persar líka, svona þessar andstæður, eins og þú ert að nefna með Bandaríkin og Sovétríkin eða Róm og Karþagó, og þetta er áhugavert hvernig þessi dýnamík spilast út, alltaf svona þessi verslunar sjávar þjóðir versus þessi svona landbundnu stóru landríki sem að Róm er nú kannski ekkert svona
maður hugsa sér það kannski ekki alltaf þannig af því það er auðvitað náttúrulega í kringum sjóin svona þegar maður sér það á korti en svona í þessu samhengi þá er þessi myndlíking eða þessi samanburður allavega á alveg rétt á sér. Já, því Rómur er bara alveg merkilega langt inn í landi. Það er bara villandi út á korti því hún er svo brjálæslega stór. Já. En sko Hafnaborg Rómar eða var á Ostia. Já. Og á sínum tíma, þú veist, að labba það tók nú eitthvað tíma eða... En Rómverjar samt sko þrátt fyrir að þeir hafi svona á pappírnum alltaf átt að vera með lélegri sjóher að þá sigruðu þeir nú samt Púnverja oft í sjóorustum. Já, og það er líka svo ávart í fyrsta púnverska stríðinu þá náðu þeir endarlega þetta undir lokinu að sigra þá og Púnverjar náðu sér aldrei á strik eftir það þannig að til dæmis í öðru púnverska stríðinu þá voru Rómverjar algjörlega drottnandi á hafi. En það er líka svo áhugavert að því að Rómverjarnir þeir voru svo hvað maður að kalla þverir, þú veist, það gáfu svo aldrei. Nei. Það skipti ekki máli hvað þeir voru þeir mest áður en þeir urðu flotaveldi þeir voru að læra að smíða skip þú veist, þeir klúðruðu þessu aftur og voru oft þurrkaður út en þeir byggðu bara alltaf nýjan flota. Já. Það var eins með landherinn sko, það skipti ekki máli hvað voru margir drepnir. Já. Það var bara byggður nýr her það var bara kallaður út nýr og það tengist auðvitað mjög inn í það hvernig Rómverjum tókst að sigra Hannibal þegar það stríð byrjar og þetta er náttúrulega þessi grundvallaratriði sem þú ert að koma inn á hvernig herinn er byggður upp ég hef lasa hans í Adrian Goldsworthy þú eru að lesa það líka breski sagnfræðingurinn sem er svona hernaðarsagfræðingur skrifa mikið Róm hann skrifaði einmitt bókum púnversku stríðin þess að fyndi nafn Goldsworthy þessi ensku nöfn kom alltaf óvart og og einmitt að bera saman þessa heri og það er auðvitað áhugavert að þess að þú segir þetta með hvernig rómverski herin var svona borgaraher byggður upp auðvitað þessu kerfi það sem að borgarinn er sjálfstæður borgari sem tekur þátt í samfélaginu og gegnir herþjónustu í hvað var það 16 ári eða 16 stríð eða campaigns og fær að launum land svona þetta ideal sem auðvitað átt eftir að vera mikilvæg þáttur í sögur Rómaveldis ekki síður seinna meir auðvitað þetta kerfi og einhvern veginn svona þeir voru með svona ákveðið svona herskildu kerfi þú veist það sem menn voru dregnir það sem að árgangarnir voru teknir saman ekkert endilega frá sama héraði skilur þeir gáttu þú gast verið í árgangi með öðrum sem þú þekktir ekki og svo voru þið þjálfaðir saman og urðu saman þess að þurftu smá tíma til þess að einhvern veginn þroskast í þessu herhlutverki sínu einhvern veginn ekkert svo ósvipað þess að vera með í dag en síðan ertu með Karþagó sem er svona öðruvísi kerfi þar varstu með til dæmis þjóðlegar eitthvað að segja þú veist hinn ýmsu þjóðabrót voru með sinn her sem hafði sínar eigin aðferðir þú veist með Númibíumenn til dæmis og þú veist Spánverja eða Kelta skilur og svona svolítið sem að sér kannski svolítið fyrir sér eins og persana líka og Hannibal gerði líka einmitt í því hann reyndi ekki að þvinga alla en í sama form heldur þvert á móti hafa svona jákvæðan ríg á milli þjóðabrótana þannig að menn fengu að halda sínum vopnum og slíkt og gáttu síðan þá barist á sinn hátt en samt alltaf barist að sameiginlegu markmiði að sigra Rómverja einmitt að til dæmis margir af keltunum á Spáni þeir börðust berbrjósta þeir var ekki þetta brynju en eitt þeir síndu á sig bringuna og voru með sverð og gengur svona næstu líka við svo einhver berserksgang vegna að sína hvað voru hugaðir einmitt og síðan er þetta eins og segir líka með riddarli frá Númidíu sem skipti þetta gífurlega miklu máli þetta riddarlið hans virkilega gott síðan varstu líka með hvað kallu þá slöngu kastara er það ekki jú. frá því sem er Mallorca í dag eða eigunum þar þeir voru frægir
Já, hvað heiti það aftur á íslensku? Sá eyjaklassi. Ég man ekki hvað heitir, Balearic Islands, ég man ekki hvað heitir á íslensku. Já, man ekki hvað heitir á íslensku. En allavega Já. Þannig hann var með allavega svona lið með sér. Og svo líka, því við erum líka að bera þetta saman hitt og þetta, Hannibal á líka mjög margt sameiginlegt með Alexander Mikla og þá ekki minnst líka í því að Alexander Mikli Balear eyjar heitir það á íslensku. Balear eyjar kallast þeir. Já. Það samkvæmt Wikipedia. Já. Þannig að fyrir ekki upp. En allavega, Alexander Mikli gat lagt Persaveldi vegna þess að Fílipus annar, faðir hans, hafði lagt draugin að því og undirbúið allt. Einmitt. Og það eins með Hannibal. Hannibal gat síðan ráðust á Rómverja og barið á Rómverjum svo lengi vegna þess að faðir hans var búinn að byggja grunninn sem hann gat síðan þá byggt ennþá meira Einmitt. og unnið meira með. Og ennfremur svo áhugavert og jú, það víst kannski eitthvað umdilt hversu satt það sé en ef við ætlum að hoppa svolítið aðeins yfir hann Hamilkar en allavega hann var mjög fær hersöðingi og fær líka stjórnandi byggir þetta engaveldi á Spáni en það endar þannig að hann auðvitað með þá strákin með sér og síðan fær hann líka yngri strákarna til sín líka þannig að hann með alla strákarna hann í læri og að kenna þeim alltaf bara þjálfa þá í hermennsku og það náttúrulega ótrúlega með Hannibal, hann þekkti ekkert annað en hernað, 9 ára gamall hélt hann frá Karþagoborg og var í hernað sem eftir ævinar en Hamilkar endar þannig fyrir honum að hann svona hálf plataður og hann á svona litlum her dregur andstæðingin þá til sín sem var þá einhver keltar sem þetta sitja það og ráðast á þá til þess að gefa sonum sínum og restin herdu tækifæri til þess að flýja komast undan. Hann fórnar sér. Þannig hann fórnar sér fyrir strákana. Það mitt. Fyrir eins og í bókinni sem við vorum að lesa fyrir ljónskvolpana sína. Lion Caps. Veit þið? Ljónsunga kallið var kannski frekar. Já, ljónsungana. Já. Hann fórnar sér fyrir ljónsungana sína. Já. Þar að þeir gátt síðan barist setna meir. Og Hannibal þá síðan svona í kjölfar á því Hannibal 18 ára gamall held ég og hann alltaf ungur til þess að taka við þannig að tengdasonur Hamilkars tekur við hvort hann hét ekki Hasdrúbal eitthvað sem stjórnandi hersins þá sem stjórnandi, já, og hann í mörg ár eða nokkur ár að byggja upp þetta og hann fellur síðan sjálfur og þá tekur Hannibal við hvort að hann sé þá 25 ára eða eitthvað slíkt einmitt, ungu maður og auðvitað er þetta segja Hilmart bara þessa sögu en hún felst mikið í því bara að Hannibal fór þarna og barð á þessum eitt bálki og svo fór hann að sigra þennan eitt bálk og náði sér í gull þarna og eitthvað svona en svona löngsaga stutt að Rómverjar höfðu náttúrulega gert samning við Karþagómenn síðan sem fólst í því að Karþagó mátti gera nokkuð því að segja vildu sunnan Ebró áin eða eitthvað slíkt þetta í norður Spáni Ebrónfljót Rómverjar síðan halda ekki þá samninga og það er svolítið svona þema Rómverjar voru mjög gjarnir á rifta samningum og allan ekki að verða samninga á Karþagómenn því þeir höfðu líka eftir fyrsta púnverska stríðið þá fengu nú Karþagómenn að halda Sardini og Korsiku en Rómverjar skiptu síðan skoðun og tóku báðar eyjar en allavega og það verður þá að svona löggildingu fyrir stríðið að Hannibal heldur hérna norður eftir hann ennþá sunna með ána en borgin heitir hún ekki Santiago þetta Saguntum er það ekki? Hljómar það ekki? Hún heitir Sagunto heitir hún í dag og svo borg hafði þetta verið eitthvað bandamaður Rómverja þannig að Rómverjum nota það sem svona tilli ástæðu til þess að þá að hefja stríð gegn Karþagómönnum Var það ekki mitt frægsagan af því að þeir koma þarna með sendibúða til Karþagó sem að mætir þarna og hann segir að ég er með hérna í tókanu mínu er ég með frið og stríð og þið með velja hvort þið viljið og hverju sögðu Karþagómenn þá var það ekki
þú mátt velja, var það ekki svo einhvern veginn þannig? Jú, svo einhvern veginn þannig Og hann bara, ok, það var að stríð einhvern veginn alveg það var að stríð Þetta er svo típisk rómverst og þetta er eins til dæmis þegar voru í Egyptalandi man ekki hverju voru að deila við þá hvort það var Ptolemæjarnir eða eitthvað þannig það kemur þetta lína í sandin to draw a line in the sand því þá hann var rómverski sendibúðin sem dró ringi í kringum eitthvað og sagði að ef þú fyrir út fyrir þá voru stríð eitthvað slíkt Rómverði voru með margt svona En það eru tveir þættir einn í þessu sem að mér langar aðeins að drepa á annars vegar þetta með hérna áhugavert hérna því við erum stundum að bera saman aðra hluti í sögunni svona, það er þetta sko þarna ertu með Hasdrúbal sem er hérna byggja upp engaveldi á Spáni Hamilkar Hamilkar, pabbi Bal er sem sagt þarna í svona hálfgjörum enga erindum og það er kannski ekki, eins og ég segi, það er kannski ekki alveg á hreinu hvort það hefur verið beinlínis í óþökk borgarinnar eða hvort það hefur verið það var allan ekki stutt Nei, og það verður svolítið svo klofið því það voru líka sterkir kraftar heima í Karþagó sem var alfarð á móti þessu Einmitt, og það eru talað um að sko þar hafa alltaf verið líka tvær faksjónir sko pólitískar faksjónir það er eftir með svona senat og þú ert með þessar stofnanir stjórnunarstofnanir og síðan ertu með svona æðstaráð sem heitir 104 manna ráðið sem er svona hið æðstaráð og þar eru menn klopnir í þessar faksjónir sko, þeir sem vilja stríð og þeir sem vilja frið en það er ekki rétt hjá mér við Rómverja og hérna er ekki Hannó sem var sérstaklega á móti barka fjölskyldunni og var á móti öllu þessu ævintýrabröldi á Spáni Einmitt, þannig að það er áhugavert að byrja það saman við þú ert að nefna Alexander hérna, ég menna hann aftur sko eru að gera þetta í nafni ríkisins og þetta með fullum stuðningi ríkisins og þetta stef eigum við þetta eftir að sjá aftur seinna meir í baráttu Hannibals við Rómverja hvernig hann einhvern veginn fekk ekki stuðninga heiman Nei sem að eyðilaði fyrir honum, virkilega skemmti fyrir honum það að vera ekki studdur að heiman og þetta er ákveðið svona þema sem er mikilvægt og algjör andstaða við hvernig það síðan var í Róm auðvitað það sem að menn þjappast saman í kringum stríðið sem við munum örgulega ræða eftir þannig að þetta er áhugaverður punktur þetta svona að vera svona stórmenni sem að vinnur einn og það er aftur eins og Júlíus Sesar gerir seinna í Róm svona gegn lýðveldinu og síðan er þetta hinn þátturinn í þessu sem er svona því við erum að tala um svona þessi stórvelda þessa stórvelda hlið af þessu að Rómverja náttúrulega sigra Karþagómenn í fyrra stríðinu þegar komið fram á þennan tíma við erum að tala um millistríðsárin og þeir eru svolítið svona nutta Karþagómennum upp úr því þeir eru með svona svolítið dólg við þá sambar þetta sem þú ert að segja að svíkja samninga og þeir láta þá borga stríðskaðabætur og þegar að Karþagómönnum gengur vel að borga þessar skaðabætur og svona þá fer það í taugunar á Rómverjum af því þeir vilja það ekkert þeir vilja, skilurðu, náttúrulega sína að þeir hafi unnið, skilurðu og það er svolítið svona þetta þessi hluti í svona samskiptunum sem að og síðan þetta verður til svona einmitt svona undirliggjandi reiði hjá báðum aðilum sko sem að byggir upp þessi uppbygging hans Hamilkar er hluti af og þá er það þess að þú segir barkafjölskyldan er svona hluti af þessu faksjóni sem að vill fara í stríð við Rómverja en þeim hefur gengið miklu betur ef þeir hefur verið meira saminnaðir algjörlega, þeir hefur gert það og þess vegna til dæmis eins og þegar að Hannibal síðan, þegar stríðið brýst út Hannibal þá marserar þarna norður fyrir Pýreneafjöllin og inn í það sem við dæir svo hluti Fraklands þá er herinn sem hann er með það her sem hann er byggt upp sjálfur hann persónulega sambönd sem hann hefur myndað sjálfur giftast einhverju spenskri prinsessu þarna og
náði gull og silfur hér og þar og bandalög við ættbólka og hvað það og með svona samansapn hinn og þessara þjóða eða þjóðabrota og allt alfarið hans ákvarðanataka það hann sem ákveður þá marsið þetta norður eftir og það hans síðan sem ákveður hvernig hann ætlar að takast á við Rómverja og náttúrulega það sem gerir hann náttúrulega sérstaklega að kannski svo stórmenni sem hann í sögunni náttúrulega ekki minnst náttúrulega þessi herleiðingur hans í gegnum Alpana og inn í Ítalíu. Já, alltaf sem hann frægur fyrir sko. Það náttúrulega var álitið óhugsandi en þegar Rómverjar hefja stríðið þá marsjar þeir svona hægt og rólega með frá ströndinni fram hjá þarna sem í dag Genóa og Marseille og alltaf þannig þangað inn í Spán og meðan að hann bara náttúrulega fyrir norðurleiðina og enn fyrir mér náttúrulega var þetta landsvæði allt fullt af hinum þessum ættbólku þar hann að berjast líka við ættbólka sem voru hattarmlega gegn honum og umsátur og hitt og þetta þannig að nógu erfitt var að fara gegnum Alpana og ekki minnst þurfti náttúrulega að fara það norðarlega þannig að hann þurfti að fara hátt upp í fjallaskörðin þar sem allt var í ís og snjó það var neitt gegn andstæðingum sem var stöðugt að reyna að ræna frá honum burðadýrunum og byrðunum og slíkt og svo náttúrulega ekki minnst náttúrulega líka það að hann náði líka að koma þessum fílum sínum þarna yfir. Já, en þetta gekk nú ekki átakalaust fyrir sig. Nei, alls ekki, en það held ég að hann marserar af stað með 50.000 manns. Já. Og þegar hann komið niður í gegnum Alpana til Ítalíu varum með 20 eða 25.000, eitthvað þannig bil. Þetta allar þessar tölur út á reiki og menn þurfa að taka öllu svona með varúð og allt slíkt. Ég las einhvers staðar hann hefði verið með 38 fíla og það hefði verið 8 fílar eftir þegar hann kom niður. Já. Ég fælti í 38 fílar, veist, það er ekki hátt tala, hann á sér hversu öflugt vopn það var. Já. En mér finnst áhugavert að því að það er auðvitað þetta sem að, þú veist, Hannibal er frægur fyrir, auðvitað, það er þessi leiðangur yfir Alpana og það er kannski það sem að flestir örgulega margir hugsuð þegar þeir sáu titilin á þættinum áður en þau kveiktu hér á þessum spjalli og ég glemt að vitna hérna í, að því ég nefndi á hann hérna Adrian Goldsworthy bókin hérna The Fall of Carthage kom út held ég árið 2003 ef mér skjállast ekki og hann segir hérna í formálanum hann segir hérna Oh yes, Hannibal and his elephants was the almost universal reaction whenever I told someone that I was writing a book about the Punic Wars. The Alps were mentioned fairly often and every now and again the Romans put in an appearance. But that seemed to be about the limit of most people's knowledge. Only a few had much idea of when and by whom this series of conflicts had been fought and who eventually won. Þannig að hérna ég held að það sé örgulega rétt hjá honum og þú veist, það er þetta með þú veist, Hannibal er svo frægur skilur sem þessi mikli herleiðtögi en hann alltaf tapaði og landið hans var rústað skilur en það hefur hans stómur í sögunni verið svolítið þannig að hann gat unnið orustur en hann gat ekki unnið stríðið og það er líka kannski heldur framandi fyrir marga vegna þú vinnur ekkert endilega stríðið bara með að vinna orusturnar Nei, og hann alltaf fellið þó þetta í sömu kategóriu og til dæmis svona Napoleon til dæmis einmitt þetta mjög frægur þó hann að því þú segir þetta sigurvegarinn skrifa söguna sko og það er alveg bókstaflega þannig í þessu tilfelli sigurvegarinn bókstaflega skrifaði söguna bókstaflega enda þú veist þessar tvær megin heimildir sem við höfum hann það er hann er ekki hann Livy á ensku er ekki Livius jú og svo man ekki hvað hinn hétt P eitthvað Palibus eitthvað þannig og Livius og sérstaklega hann svona mikill andstæðingur hans Polybus heitir hann fyrir ekki Polybus, En aftur á fílunum, mér finnst það áhugavert að skjóta því aðeins inn að því svona stríðsfílar var mjög tvíeggja sverð, mjög erfitt að beita og stríðsfílar voru ekki sérstaklega góð vopn því fílarnir voru sterkir og öflugir en vel að merkja að það verður aðtöða það, þetta eru ekki Afrikufílar, fílarnir sunnan Sahara er ekki að temja, þeir eru ótamdir með öllu það eru alltaf stærstu fílarnir
þannig að það spurning hvort þetta hafi verið indverskir fílar eða hvort þetta hafi verið einhver sér. Ég tala alls eins og þessi algjör expert eitthvað sem er svo að temja fíla. Já, mér er svo áhugaverð. Og það er alltaf ótemjulega skepnur. Það er svo það, þetta er svo við sefraðist þeir eru ótemjulega. Já, ég verði það. Að meðan, þú veist, aðræðist það er þetta temja. En mér stefnilega svo líka svo áhugavert fyrirbrigði þetta að berjast með fílum. Þannig að ég kynnt mér þetta, þetta er engin sérfræðingur, svo ég kynnt mér þetta eins og til dæmis, það sem að gæti oft gerst í svona hernaði, er að fílarnir gáttu trompast og sturlast. Já. Og þá mistur stjórn á fílunum og þá eru fílarnir náttúrulega alveg jafn hættulegir þínum mönnum og anstæðugnum. Já. Þannig að þeir svo sátu fílarna, þá sem þá stýrði fílunum fyrst og fremst, var alltaf með hamar eða sleggju og svona meitil eða svona pinna til þess að reka í höfuð á fílunum og drepa hann. Já, svona kill button. Já. Kill switch. Bara kill switch og það náttúrulega segir rosalega mikið hvað fílarnir voru óstöðugir að svo sem satt fílinn þurfti að vera undirbúin að drepa hann ef hann myndi sturlast en það gerðist það oft. Já. Pældi þessu ég sagði hann, ég meina tugir þúsunda hermanna og þúsundir hvað sögðu við þegar hann kom niður á fjallinu sögðu við ekki cirka 25.000 fótgönguliðar cirka 8.000 riddaraliðar 38 fílar eða 8 fílar en upprunalega 38 fílar þarft ekkert marga fíla. Nei, en það er náttúrulega fílar þetta fyrst og fremst svona sálfræðilegt vopn. Sjokk sko. Þú veist, maður vissi ekki hvernig það átt að bregðast við þeim og hrættu til þess að byrja með en Rómverjar lærðu fljótt síðan hvernig það er átt að eiga við fílana. Þannig að þeir mistu mikið svona gildið sitt og það er líka áhört með fíla að fílar er ekki hvernig var að orða hannaðir þeir þólaða ekki að bera fólk. Nei, þeir eru alltaf svo þungi sjálfir sko. Jú, en síðan er líka sko beinabyggingin upp úr hryggnum á þeim standa beinin beint upp ef maður rétt þannig að ef þú situr á fílnum þá er þetta alltaf að jöðast þar og þú slítur fílnum út og það er mjög slæmt að setja fílavist. Þannig að dýravendurinn sinna segja sem maður er alls ekki að setja fíla þegar maður er að fara til Indlands og ykkur svona ferðir því það er mjög slæmt fyrir fíla en það sér maður á gömlum fílum að þeir afmynda þægt rólega greiðin sem er allt annað en til dæmis hestar svona hryggurinn og hestunum er allt öðruvísi þannig að hann þólir að vel að vera setinn en fílar þóla það vist ekki. Nei. Það er áhugavert. Já, það er áhugavert og þá er ég búin að deila þess svona minni þekkingu fíla og hvernig það að setja fíla. Þú kannski ferði að temja Afríkufíla og ferði í Afríkurhausun það Já, spurning. En þetta bara þetta konsept, þú veist að og líka einhvern veginn þessi snilda, þetta er svo crazy hugmynd getur maður ímynda sér bara svona, þú veist, herru nú förum við bara frá Norður Spáni og bara með massa her tökum með fílana líka og við bara förum norður fyrir og komum niður komum að þeim aftan frá skilurðu þetta er svona mjög svona djarft plan en það var algjört sjokk sem að enginn myndi fá þessa hugmynd nema einhver svona djarfur hersnillingur og ennfremur síðan strax í kjölfar þessu síðan að þá næra hann að plata Rómverja vegna þess að það er líka svo áhugavert náttúrulega við Hannibal það er náttúrulega þessi her snilli hans að hann venjulega náði að stýra því hvar hann myndi berjast og hann gæti alltaf nýtt úr landsvæðið og hann splitt eða klofið andstæðingin í tventi eða eitthvað neginn slíkt og svona platað andstæðingin og það er það sem hann gerir þá þarna í þessum fyrsta sigri sínum sem þá orðstöðan við Trebia 218 fyrir Krist að þá næra sig að lokka rómverska herin til sín og nær að ráðast á þá þegar þeir eru að fara yfir á og kemur að þeim og þurrkar út þá fyrsta rómverska herin. Þetta er náttúrulega algjört sjokk því Rómverjar ætluðu nefnilega að berjast þetta stríð eða þetta hástríðið á Spáni og í Afríku
þeir ætla ekki að vera berast í Ítalíu. Einmitt. En mér langar aðeins að bakka af því að við vorum ekki alveg búin með fílana. Nei. Og af því að mér langaði að koma aðeins mér langaði að tala aðeins þetta með þegar þeir voru að fara yfir Alpana. Að það er svo áhugavert líka sko, sem sagt, og þú nefndir að líka á hann þú veist, að þegar þeir sem sagt, fara yfir Alpana þá er það náttúrulega gríðarlega hættulegu leiðangur skilurðu. Og þeir missa rosalega mikið af mönnum, helmingurinn af mönnunum fer og langflesti fílarnir og það er meðal annars líka út í það fílarnir þol ekki loftslægið, segja þeir. Nei. Og það er auðvitað til veist, ótrúlega mikið af málverkum og myndum af þessu, maður er með þessar myndir í huga þegar maður er að tala um þetta. Þú eru ekki séð þessar myndir? Allar þessar myndir af þessum fílum hann upp í, þú veist, klettunum og svo eru fílarnir að detta fram af og svona mörg málverk og myndir sem hafa gert að þessu. Þannig að þetta hefur svona vakið ímyndunar af margra þessi leiðangur og mjög áhugavert líka sko að hann Goldsworthy nefni það hérna í bókinni sinni að sagnarritun um Hannibal hann fer aðeins yfir það hvernig sko svona hernaðar saga fornaldar er ekki cool þema í dag í fræðimennskunni. Reyndar, hann er náttúrulega talar 2003 í þessari bók sem ég var að lesa nota bene, sem býst ekkert við því að það hefur breyst mikið síðan þá en svona mörg þessara stórvirkja sem hafa verið skrifuð Hannibal, sagfræðirit þú veist, þau eru frá 8. áratugnum síðustu og síðan þetta bara mikið á fyrirhluta 20. aldar og seinni hluta 19. aldar þegar menn voru kannski mest uppteknir af þessari stórmennasögu og þessari hernaðasögu fornaldar. Já. En hann segir það nú samt sko að þegar kemur að Hannibal og púnveskustíðunum þá er alveg svona orðar að sko líður valla það ára það kom ekki út bók eða grein það Einmitt. Sem er áhugavert. Já. Og ég var einmitt að sjá það líka þar sem að það gríðarleg gróska í fræðmennskunni, bæði í sagfræðinni og í fornleifafræðinni, það sem eru að koma ný rit og nýja kenningar hvaða leið þeir fóru í gegnum Alpana og þetta hafa menn verið að stúdera alveg bara menn hafa eitt allri ævin í þetta að kortleggja nákvæmlega hvar þeir fóru, það er svo áhugavert þess að þú ert að beita landafræðinni, þú ert að beita jarðfræðinni, þú ert að beita fornleifafræðinni og sagfræðinni og alls konar kenningar og aðferðir til þess að reyna að mæla þetta út. Þessi heimild segir skilur að þarna hafið þeir séð hvað heitir fjallið hérna í Sviss hérna sem er á Toblerone Matterhorn skilur þá hljóta er að verið eitthvað staðar á þessum stað eða skilur og þannig veðrið svona og hérna hafa menn fundið sko þú veist fornlega uppgreftir sem hafa sýnt sko fram á að hér hefur verið mikið af dýrum og mönnum sem er farið yfir okkur og svona rannsóknir sko. Og síðan líka það sem er svo skemmtilegt líka með fornöldina. Jú, mikið skrifa líka á setja tíma og svona en þegar ég ætlaði fór hún á stúfan og var eitthvað að skoða svona, finna eitthvað bók eitthvað til að lesa. Að þá var til dæmis eina bókkornur sem komið fram eða var mælt með. Það var það einmitt hérna bók síðan látum okkur nú sjá 1891. Já. Og þetta er víst bara þungarit enn þann dag í dag því rithöfundurinn Theodore Dodds hann einmitt gerði þetta hann byrjaði á Spáni og rölti alla þessar leið eða ferðast alla þessar leið nákvæmlega fann staðina þar sem er svo orustur átt sér stað horfði út á landslægið og skrifaði þetta allt inn í bókina sína og enda þú veist þess að fyndi þegar titillin hérna einmitt, hún heitir einmitt Hannibal A History of the Art of War among the Carthaginians and Romans down to the Battle of Pydna 168 BC with a detailed account of the Second Punic War með áslá detailed, ég held að þessi bók hans er ykkur 700 blaðsíður eða hvað það er þannig að hann fer alveg í sauman á þessu þetta er svolítið svona einkenið líka fyrir fornöldina að það er oft gamlar bækur sem eru bara klassísk skrít og svo auðvitað
ofan á það síðan þetta setja til með eitthvað fornleifaransóknir og slíkt en eins og þú segir, það er náttúrulega ennþá verið að leita í nákvæmlega hvaða fjallaskarðar notaði einmitt og hann segir einmitt hérna Goldsworthy og það segir hann hérna no one can attempt any serious study of this period without leaning heavily upon F. Walbank's A Historical Commentary on Polybius 3 volumes 1970 og svo segir hann hérna líka að it would easily have been possible to place a reference to this remarkable work on nearly every page of this book það 1970 sko, hann skrifa 2003 notabenni og svo segir hann hérna the starting place for any discussion of the locations of the major battles in this period still remains J. Kromeyer og G. Veit Antike Schlachtfelder Berlín 1903 til 31 Já, nákvæmlega ekki sem byrjaði alveg mjög oft einhverju þjóðverðar sem var að skrifa eitthvað svona klassísk skriti þegar kemur á fornöldinni and it's accompanying Schlachtenatlas frá 1922 þannig að þetta er kannski sérstaklega svona í þessari hernaðsögu líka, hún er ekkit svo mikið svona en mér finnst líka áhugavert bara þetta með þessum við stundum talaðum sko, við svo fyndi svona sagnfræðingar sko, þú getur verið þetta menn getur sko, ég er á þeirri skoðun sko, það hafi verið hérna, þetta fjallaskarð sem að fóru í gegnum og meðan Ólafur hérna, þú ert bara algjör hálfviti sko, sem heldur því fram að það hafi verið hérna, hitt fjallaskarði hérna, sem að fóru í gegnum sko, þetta er bara heilur ástefnunar þetta sko. Það finnir en ok tölum að þessum þegar Hannibal kemur niður á fjallinu þú ert búin að segja frá því að hann kom að inn að þessa fyrstu orustu og þarna vinnur hann sinn fyrsta sigur sinn fyrsta sigur sem var gjörsamlega nauðsynlegur og þetta kom þetta Rómverjunum í opna skjöldu algjörlega, byggst ekki við þessu nei og þetta er náttúrulega sérstaklega nauðsynlegt fyrir Hannibal vegna þess að það var enginn að fara að hlaupa til hans þegar hann kemur þetta niður úr skarðinu og ætla að fara í stríð við Rómverja sem eru herrar og búin að drottna yfir Ítalíu skaga áratugum saman. Svo má þetta bætiði við svo nefndir áðan Rómverja heldur að þeir væru að fara að berjast á Spáni þannig að þeir voru búin að senda her þangað sem að þeir þurftu að byrja á því að kalla heim í snatri hluta á honum, að því, og það er einmitt líka Hannibal skildi eftir hluta hersinum á Spáni hjá, hvort það hafði ekki verið bróður hans Hasdrúbal sem var það einmitt að berjast á þá Scipio bræður og Scipio auðvitað áttir að koma setna fram líka þá sonur annars þetta en allavega að Scipio stóri hersöðingin sem sigraði Hannibal á endanum var einhverjum 10 árum yngri en Hannibal og það er bara líka svo áhugavert er að sá maður þá Scipio hann var snemma ungur maður líka í náttúrulega þessum styrjöldum og lærði af öllum þessum bardugum og sérstaklega hvernig þá rómverski hersöðingja töpuðu aftur og aftur fyrir Hannibal þannig að hann lærði af mistökunum og lærði þá þetta af Hannibal notaði svipaða herkensku síðan gegn honum setna meir en allavega það sem að gerist fyrst og fremst það var eftir þennan stórsigur sem kom Rómverjum mjög í opna skjöldu þá auðvitað þyrpast að Hannibal hinur og þessar ættbálkarnir og borgirnar og þjóðflokkarnir vegna þess að Hannibal var allatíð háður því öll þessi ár sem var að berjast í Ítalíu að hann varð að sækja stuðning byrðir, nýja hermenn, allt þetta frá sjálfur Ítalíu, það var ekkert að sækja frá Karþagó Rómverjar stýrðu alveg hafinu Karþagóborg sem er svo merkilegt sendi lítið sem engan stuðning ekki heldur gegnum Spán og Frakklandi eitthvað neins slíkt, þannig að þetta var ég held að það sé ekki of djúpt í árun að tekja að segja að það hafi verið enga stríð Hannibals gegn Rómverjum ég meina að hann fekk engan stuðninga heimann nei þetta voru bara þeir bræðurnir
og lítinn stuðning, lítið sem engan frá Spáni, því þar voru Scipio bræðurnir að berjast, en þetta er áhugavert að það er þarna Barca bræður og Scipio bræður. Þetta er svo 2 fjölskyldur í raun og veru sem að berjast. Já, einmitt. Svo auðvitað hjá Rómverjunum er þetta fleiri að koma inn hínur og þessir menn og það sem er svo áhugavert líka er hvað hann er bara notaði líka mikið sálfræði og aðstæðu til að spila á menn. Eins og til dæmis var það ekki hann konsúllir, hann Flaminius, þá sett árið eftir 217. Hans konsúltímabil var að renna út, þannig að þá var það sérstak pressa á hann að reyna að klára þetta stríðins fljótt og hann gat, þannig að hann geti komið heim sem sigurvegari. Og Hannibal spilaði á svona hluti, þannig að þá gat hann til þess plata til þess að ráðast á sig og nýtti rosalega vel auðvitað landsvæði, þannig að hann til dæmis og náttúrulega herkenskubröðum, svo þá til dæmis þá sett hann upp þá hörfaði hann að vatni í Norður Ítalíu, setur upp búðir eða lætur að líta út í svona setja upp herbúðir sínar, kveiki fullt af bálum hér og þar. Já. Og það myrkur og Rómverjir sá þetta bara, hann er eldstæði út allt og hann er þeir örugglega, þannig að hann marserar á fullu. Þetta er minnum við orðstafan við vatni, Trasimene. Já, 217. Já, og þá marserar hann á fullu og felur sér síðan upp í hæðunum, þannig að þegar rómverski herinn kemur síðan og ætlar að einmitt þá að reyna að koma honum á óvörum og ráðast á hann, þegar hann er þá, sem Rómverjir halda hann sér bara í búðunum. Já. Þá kemur það í ljós að það er bara herkennskubræð, hann er búin að plata þá og hann er þá að ráðast á þá þegar þeir eru með herinn sinn tegðan fleiri 100 metra ef ekki kilometra og nær þá þurrka út enn annan her árið eftir. Já. Svona alltaf þá ennþá meira sjokk. Og að það sem að gerist þá þetta er þegar búið þurrka út þarna her nummer 2, þá ætlur ennþá fleiri rómverski bandamenn sem snúa baki við Rómverjum vegna þess að það var svo grund á þau góða. Þetta er náttúrulega voru þjóðir sem hefur náttúrulega nettar inn í þetta bandalag. Já, algjörlega. Og þá er aftur móti svo áhvert með Rómverjana að það er þessi endalvísi mannafli, þá bara kallaði hann nýr her. Já. Bara, en eftir þetta gengur Rómverja það langt, þeim er þess að keyptu þræla og vopnuðu og lofuðu þeim frelsi eftir stríðið. Horfðu fram hjá aldurstakmörkunum inn í herinn, þú ert að vera 16 ára til þess að ganga í herinn. Og þarna þá byggjar upp nýjan her. Þetta er svona eins og við erum alltaf að bera þetta sama við eitthvað. Þetta var strax í hug innrásar í Sovétríkin þessu samingi. Já. Það sem að innrásar herinn náttúrulega tekur með sér bandamennina fyrst og svo vinna þeir stórsigra, en það er alveg saman hversu mikla hermenni tapa, það kom alltaf bara nýjir. Já, kom bara nýjir. Og eftir þennan ósigur þá náttúrulega þjálfa Rómverjarnir í raun og veru kannski stærsta herinn og við erum að hoppa þetta hratt yfir svo orustur en náttúrulega síðan 216 á sig stað náttúrulega langstærsta orustan. Einmitt, Kanni. Já, þar sem Rómverjar mæta á vígullin með kannski allt upp í 80.000 hermenn. Einmitt. Það sem er áhugavert með þetta er að þetta er svo stuttur tími. Hvenær leggur hann upp? 218. Ok. Ekki, byrju. Jú, Trebia er 218. Já, hann leggur upp 218, þá byrja stríðið, þá lýsa Rómverjar yfir stríðinu og hann leggur upp sumarið 218 og hann er komið niður haustið eftir sumarið 218, þá er hann komið yfir Alpana, tekur ekki lengri tíma en það og síðan ertu þetta með þessa orustuna við Trasimene, vatnið sem varst að nefna þaðan, Trasimene, 217 og svo er Cannae 216. Þetta er svona það fyrstu 2 árin í þessu stríði. Og þessi orustu sem segir 80.000 manns sem Rómverjarnir koma með á meðan Karþagó eru náttúrulega miklu færri Karþagómenn. Já.
og þarna náttúrulega tapa Rómverjar feitt og þarna erum við að tala þetta svona svipaður ósigur eins og þeirra Saladín eins og orustan við hvað heit orustan sem við töluðum í Hattin Hattin, einmitt þetta svona þannig orusta þó hún hafi þetta ekki haft þeirra sömu afleiðingar en þetta svona álíka sigur en það samt erfitt að bera saman kanni við aðra orustur því menn hafa talað að þetta sé bara ein stærsta orusta sögunar allan að fram að seinni heimsstyrjöld og menn tala að þetta sé eða fyrir heimsstyrjöld og menn tala að þetta sé meiri segja þú takir með fyrir og seinni heimsstyrjöld þá er sagt að þetta sé eins sá dagur sem flestir hafa tapað lífinu það ekki á einum degi Jú. Það orrusta við kanni Já en það alveg sko hryllileg orrusta og við tala stundum svona orrustu við tölum líka aðra orrustu þarna þegar við tala hvað heitir riddarada þýskuriddarregluna Já, þá töluðum við svona orrustu líka það sem að þeir alveg þurrkuð út og tóku alla fóringjana og elítuna Já. Hvað hétt þetta Tannenberg, var það ekki? Já, Tannenberg Já, er það ekki? Já, Grunwald eða Tannenberg Grunwald var það alveg rétt, já. En ok, það er að sagja Þannig að þetta var gríðalegt reiðarslag fyrir Rómverja og þeir tóku þarna hersöðingja, þeir tóku þarna senatora til fanga hvað meira? Riddara tóku náttúrulega stóran hluta rómversku elítunni þarna en það sem er svo áhugavert þetta líka náttúrulega þegar Rómverjar koma þarna með kannski 80.000 manns að þegar Karþagómenn sjá þá var þetta fræg saga að þeir eru þá að horfa þarna yfir þennan gífurlega rómverska her það er samt að mikið að hafa það líka í huga þetta náttúrulega var ekki úrvalsher eins og Hannibal hafi verið berast áður fyrir þetta var náttúrulega mikið ungi strákar og svona illa þjálfaður og allt slíkt en engu að síður feikjöflugur her og til þess að þetta í samhengi Karþagómenn voru kannski með 50.000 manns á móti 80.000 kannski eitthvað slíkt en allavega þeir horfa yfir þennan her og þá einmitt þarna karþagóskur hermaður að hafa sagt við Hannibal á svona kring þeir Rómverjarnir eru rosalega margir og þá Hannibal að svara já en þrátt fyrir öll þessi 1000 hérna þá var enginn þarna sem heiti Gisco og þá hlógu síðan allir Gisco, það er hann hétta hermaður sem sagði þetta karþagóski hermaðurinn og þá hlógu sér allir kring sko og þá þetta sér að hafa auki líka þórið hjá Karþagómennum almennt því þeir sá að þarna var Hannibal og offiseraðir hans að hlæja rétt fyrir orustuna þetta er svona fræg saga Já, áhugaður þessar fornheimildir það er þetta skreita textan alltaf með svo skemmtilegum sögum og samtölum og ræðum Algjörlega gera það en síðan samt líka eitt sem er mjög áhugavert við þetta að það var Spartverji hvort það hann ekki verið kennarinn á Hannibals á sínum tíma hann fylgdi honum í herleiðungurinn og hann skrifaði síðan sögu þessa herleiðungurs það er rit því miður lifið ekki af en seinni tíma menn einhverjir sem skrifuðu þetta síðan aðrar sögur hafa náttúrulega vísað í þetta rit þeir segja að það hefur verið 2 grískir sagnaritarar sem fylgdu Hannibal og þeir segja það einmitt að þessir eins og þessi Polybius sem var grískur hvort það hefur verið hann sem notaðist meðal annars við þessi verkaði vissallána að þeim einmitt pældi það er synd að það sé ekki til synd, það er mörg svona ritt en náttúrulega þessi orðstöð náttúrulega líka sérstaklega fræg fyrir það er sækjur hvaða taktík Hannibal notaði því að standard í svona orðstöðum að þú ert venjulega kannski með sterkasta fótgönguliðið þungvopnaða fótgönguliðið í miðjunni og þeir segja þetta í miðjunni og svo á vængjónum sikkur megin að þar ertu þá með svona ekki úrvarsliðið og svo ertu náttúrulega með riddarliðið alveg yst á hvorum vængnum
Hannibal gerði ekki það. Hannibal var með þess að veikara fótgöngulið í miðjunni, mikið keltar og slíkt. Þá veikari þeim skilningi að þeir voru létt brynjaðir og eitthvað slíkt. Á vængjónum var hann þá með þungu fótgönguliðana þungvopnuð fótgönguliðana og svo auðvitað riddaraliðið á sikkurum vængnum. Þannig að á ennfremur var sér að þá liðið í miðjunni aðeins framar í svona hálfmána. Þannig að það sem gerði síðan þegar Rómverjar sækja fram með sína þungvopnuðu fótgönguliða í miðjunni, að þá lendi þeim saman við Karþagómenn. Karþagómenn hægt og rólega gefa eftir. Þannig að miðjan hjá Karþagómennum, hún gefur sig hægt og rólega, samt stýrt og stjórnað. Hún brotnar ekki, hún heldur, en gefur eftir hægt og rólega, á meðan að vængirnir tveir sækir fram og ennfremur náði riddaraliðið að brjótast fram og brjóta á baka aftur rómverska riddaraliðið, sækja fram hjá rómversku fótgönguliðunum og koma síðan aftan á Rómverjum. Þannig að það sem gerist að þegar Rómverjar pressa sig lengur og lengra inn, að þá endar það þannig að þeir eru umkringdir af Karþagómennum. Þannig að þrátt fyrir Karþagómennir eru færri, þá náður umkringja Rómverja, og þessu lýst í heimildum að þetta hafi verið bara eins og síldatunna. Þeir voru pressaðir saman, þetta var svo þröngt, þeir gátu ekki beitt vopnum sínum almennilega, og þarna var þá síðan slátrað kannski allt upp í 70.000 hermönnum rómverskum. Og sko alveg stjarnfræðilegu missir fyrir Rómaveldi. Þetta þá 3. herinn sem Róm að missa, og missirinn var það mikill að það átti að halda allir með einhverja hátíð þarna skömmu eftir, og það var bara konur sem gátu staði fyrir hátíðinni, en konurna máttu ekki vera í sorg, og þar sem allar konur í Rómaborg voru í sorg, að það var að aflýsa hátíðinni, því það var einhver sem fjall úr hverju einustu fjölskyldu í Róm. Hvort það var sonur eða faðir eða hvað það var. Þannig að öll borgin náttúrulega var náttúrulega í sjokki, og síðan þetta náttúrulega svona algjör ögur stund og margir hafa spurt sig síðan hvað ef því þarna var búið að þurrka út þennan rómarska her, borgin nokkuð varnarlaus, og svo stóra spurningin, af hverju marseraði Hannibal ekki beint á Rómaborg? Tók borgina. Að því núna byrjar upphaf endisins fyrir Hannibal. Sem að á þessum tímapunkti þetta lítur ekki þannig út. Þannig lítur út eins og hér hann bara að fara að sigra Rómverja og leggja Rómarveldi að velli. Og þarna hefði, svo segir þetta, verið alveg upplagt að ráðast á Rómaborg, en hann gat það ekki. Hann var ekki með til dæmis búna til þess að setja borgina. Vantaði algjörlega allan svona umsátursbúnað og vélar. Og þarna hefði þess að hafa menn bent á þetta til að ef að þarna hefði verið eitthvað góð samskipti við höfuborgina, Karþagó, þarna hefði þetta verið alveg upplagt að senda liðsauka, sko. Með slíkan búnað. Algjörlega. Meira á gulli, meira riddaralið kannski, kaupa fleiri málarliða, en það var engar stuðning að sækja þar, þannig að en jú, hann fekk nú meiri stuðning þá frá fyrir bandamönnum Rómverja á Ítalíu, en síðan náttúrulega líka hluti af þessu að sko umsátur náttúrulega ofboðslega flókin hernaðaraðgerð. Algjörlega. Og Hannibal hafði þetta reynslu af því, hann hafði setið borgir áður, gerði sig grein fyrir því. Rómu, þetta var feiki stór borg með öflugan múr, góðar varnir, herinn þetta var uppgefin, það er mjög krefjandi að slátra 70.000 manns. Menn voru þetta gjörsamlega uppgefnir eftir það. Og svo ennfremur undir venjulegum kringustæðum, og ef Róm hefði verið venjuleg borg, þá hefðu þau sami frí, það hefði gefist upp. Og þetta er nefnilega lykilatriði. En það er lykillinn. Þetta er lykilatriði. Róm var ekkert eðlileg venjuleg borg. Þetta var ekkert eðlilegt samfélag. Nákvæmlega. En þegar hann síðan sendibúða, hann er bara líka svo áhugavert að hann býður, hann segir að talar við rómversku fangana,
segjum við og veljið 10 fanga sem þið ætlið sem að senda til Rómaborgar til þess að semja frið og þeir velja 10 og senda þá til borgarinnar og þar mæta þeir fyrir senatið og þar segja menn bara nei, við erum ekki að fara að semja, bara kemur ekki til greina og við erum ekki að fara að kaupa ykkur lausa heldur og engin rómversku borgari hefur rétt til þess að kaupa neitt lausan. Það var ekkert lausnagjald, bara ekkert, við harður neitum að ræða við Hannibal, búið, síðan þeir bara sendið tilbaka og það var bara búið, þú veist, það var ekkert samið. Nei. Karþagó hefði samið, það hefði verið sömu aðstæður eða Massilia hefði samið eða Aþena eða, þú veist, allar aðra borgir hefði samið, ekki Rómverjar. Já, þetta sýnir þetta einstakt hvernig einmitt þetta stríð stappaði Rómverjum saman og það var einhvern veginn, þú veist, það var engin uppreisn í Róm eða það var mjög lítið þú veist, svik og eitthvað skilur þau svo oft ég meina þetta var bara, og það voru engin senatórar að tala frið og þetta var bara það var engin friðarflokkur eða hópur eða stjórnmálaöfl eða eitthvað slíkt, nei, þvert á móti það er svo áhugavert, ég getur nú nefnt það líka náttúrulega, Karþagómenn stundu mannfórnir, sérstaklega barnafórnir fórnuðu börnum til Bals sem Rómverjar hafa skrifað mjög neikvætt þetta og þótti mikill viðbjóður en örvæntingin var nú samt svo slík hjá Rómverjum að þeir gripu til fornra aðferða, hvað maður kalla aðferða, já, og fórnuðu fólki, gripu til mannfórna til þess að reyna að berga sér út úr þessu, slík var örvæntingin. Já. En hvað tekur þá við? Hannibal ráfarum og hann heldur áfram að herja og hann herjar á ræktarlöndin, hann eyðileggur löndin. Hann fær fleiri bandamenn, fer tekur borgir. Sigrar orrustur, heldur áfram að sigra orrustur og þetta gengur svona í nokkur ár. Já. Þetta gengur svona alveg fram að sko, hvenær er það? 211 eða setna sem þetta endar. En þá er líka verðt að skjóta þá ætla kemur líka hann Fabius þarna inn í þetta, hann náttúrulega frægur í sögunni líka fyrir hvað kallum það, fabianska herkensku, Fabius Maximus, Fabian Tactics á ensku, þar sem hans herkenska einmitt fólst í því, ekki mæta Hannibal á opnu vígvelli, ekki berjast við hann, heldur fylgjónum, bara eldan koma í veg fyrir að takmarka ferðafrelsi hans, takmarka hvað hann geti gert, ráðast á byrðaflutninga þegar hægt er svona. Skæruhernaður. Þetta þótti náttúrulega Rómverjum algjör aumingjaskapur, en þetta virkaði mjög vel. Hann líka gerði sig grein fyrir því að tíminn var með Rómverjum í liði, ekki Hannibal. Það þurfti bara að bíða. En svona löng saga stutt og þá náttúrulega misti hann síðan hvað kallar maður þetta, hann misti embætti sitt. Hann var diktator. Hann var diktator á tíma og hann var ekki, hvað kölluðu þeir? Kölluðu hann ekki diktator, það var líka eitthvað svona pönn á orðið til þess að niðurlægja hann vegna þess að þetta þótti svo mikil. Hann var kallaður kungtator sem er þýtt sem tefjari eða freistari. Einmitt, hann eftir bara. En það sem gerðist náttúrulega síðan er að þegar hinir síðan tóku við og þegar menn reyndu að mæta Hannibal opnu vígvelli, þá töpuðu þeir þetta bara, það var alveg augljóst. Þannig að þessi taktík virkaði og sama tíma allt þetta gerast, þeir eru út að Scipio bræðurinn líka að berjast á Spáni og það enda nú með því að þeir tveir voru drepnir, tapa nú endanum. Scipio bræður tveir, bræður Hannibal náttúrulega líka voru síðan drepnir einn af öðrum, fyrst Hasdrúbal og þeir tóku höfuð á honum og hentuði inn í herinn hjá Hannibal sem ögrun. Einmitt. Á meðan að síðan Scipio Africanus, þá yngri Scipio, hann sem einmitt ungum maður, hann er einhvern 10 árum yngri en Hannibal, hann fekk síðan her og leyfi eða samþykki öldunga ráðsins til þess að ráðast á Spán, því hann gerir sig grein fyrir því að stríðið
þú varst að vinna stríðið annar staðar, þú gast ekki unnið að þannig sé gegn Hannibal á Ítalíu, hann var of fær, þannig að það sem hann tókst að gera var síðan að hægt og rólega brjóta á bak aftur Spán og leggja Spán undir sig og þannig hægt og rólega síðan, nú er ég að hlaupa mjög hratt yfir sögu, hann heldur síðan til Sikileyjar, byggir upp her þar og hann ræðst síðan inn í Afríku. Já. Það leiðir þá náttúrulega til þess að þarna Hannibal í mörg ár búin að vera djöflast á Ítalíu, fara upp, fram og tilbaka, norður og suður, upp og niður Ítalíu stígvélið, færa auðvitað hinn á þessa bandamenn og vera að taka borgir auðvitað, en hafði ekki burði til að taka Rómaborg. Nei. Og þess vegna var bara tímasveið smál, hversu lengi hann gat haldið svona út, en hann gerði það öllum líkindum, því hann gerði svo grein fyrir því að því lengur sem hann var á Ítalíu að berjast, því fleiri Rómverjar sem hann gat bundið fasta þar, því lengur gat hann auðvitað þá tafið innrásinni inn í Afríku og ógnina við Karþagóborg. Já. Og auðvitað Scipio auðvitað líka gera sig grein fyrir því að það var það sem hann var að gera. Þannig að þess vegna talar hann fyrir því að það þurfti að ráðast inn í Afríku sem og hann síðan gerði og byrjaði að brjóta á bak aftur Karþagómenn þar. Það leiddi sér endanum til þess að Hannibal þurfti að yfirgefa Ítalíu og halda til Afríku. Já. Til þess að verja þá heimaborgina sína og svo semja þeir síðan þetta frið og eitthvað slíkt og svo þarna tilli ástæða sem Rómverjar nota síðan til þess að hefja stríðið aftur og þá auðvitað er þessi síðasta, þessi loka orusta með Sama 202. Já. Og þá er þetta náttúrulega ótrúlegt hvað þetta hefur tekið langan tíma, við erum að tala um að hann fer þarna yfir Alpana hvað 218, já, og orusta með Sama 202. Já, þannig að sko eftir þetta þetta Hannibal sjálfur orðin mjög stríðsþreyttur, búin að vera stanslaust í hernaði í mjög langan tíma. Náttúrulega hernaði allt sitt líf því hann er ungur strákur hjá pappa sínum í öllum hernaðurum á Spáni. Hann er unnur í hernaði, getur maður sagt, alveg þegar hann er 9 ára gamall og allt þangað til hann deyr síðan í þannig séð hárið elli. Já, hann deyr 60 eitthvað ára gamall. En þetta er auðvitað svolítið intensíft að vera í þessum Ítalíu leiðangri sem að bara sjálfu sér sá leiðangur er frá 218 til 205 4 innrásin í Afríku er 204 og þá séðan í þessar orustu það er margt sem betur til þess að Hannibal hann kannski gert sig grein fyrir því að það var litla líkur að hann myndi ná að vinna þá orustu því herinn sem Scipio var með var sérstaklega Nú ertu að tala um orustuna við Sama 202 það sem endar stríðið annað púnverska stríðið. Scipio er þar með mjög færan her. Hannibal var með ekki nógu góðan her. Hún vantaði til dæmis með riddaralið. Mikið af hernum hans voru nú hvað sé bara bændur sem voru pressaðar inn í herinn. Þetta var, við getum kallað það svona örvæntingar her. Þannig að það sem og ennfremur, þú veist, hann var jú með stríðsfíla þar en hann Scipio sá nú við því, hann hafði til að spila á milli herdeildana, þannig að fílarnir gáttu farið þar á milli, þannig að við veit ekki ná að valda jafnmiklum óskunda og svo náttúrulega styrluðu síðan fílarnir, þannig að þeir réðust síðan á Karþagómenn og rufu eitthvað þeirra línur, þannig að það er að drepa fíluna. Þannig að það endar jú með því að hann tapar þessari orustu og Karþagó samþykir þá mjög harða fríðaskilmála, þess að þeir þá yfirgefa alla lendur sínar utan Afríku og meira segja að missa hluta á Afríku löndum sínum, þá því sem þetta er í Alsír. Það sem er samt sérstaklega kannski áhugavert síðan með þetta er að Karþagómenn voru mjög gjarnir á það að taka af lífi hersöðingja sem mistókst. Þrátt fyrir það var engan veginn þeim að kenna, það voru það mörg dæmi þess efnis. Þeir gerðu það ekki við Hannibal, þeir lífðu honum. Þannig að ennfremur áhugavert að Rómverjar veittu honum það mikla virðingu að þeir kröfðu þess ekki að fá hann afhentan. Þannig að hann gat dreigið sig hans til hlés eftir þessu orustu og endurskipulaði aðeins heimaborgina sína sem var þarna að sinna Karþagó. Það er náttúrulega áhugavert að, þú veist, ef við ætlum að skoða þetta,
ævisaga Hannibals náttúrulega, þú veist, hann er alltaf frægastur fyrir þetta stríð á Ítalíu og það er það sem að, þú veist, og ástæðin fyrir hann svona frægur náttúrulega því að Rómverjar náttúrulega voru svo hræddir við hann, skilur, hann var svo stór þessi mikli innrásar her, skilur, og það er þaðan sem að, þú veist, hans minni kemur auðvitað, en síðan auðvitað lifir hann náttúrulega lífi eftir stríðið. Já. Og hann verður einmitt svona fær nýjan frama í Karþagó sem stjórnmálamaður. Já. Eins og margir Churchill, skiluru. Já. Og þar tekur hann til við að mitt að endurskipuleggja líka mitt, sko, því þau þurftu að borga svo háar stríðskaðabætur fyrir að taka til í stjórnsýslunni, fyrir að, þú veist, taka fyrir spillingu, fyrir að, þú veist, gera umbætur, efnahagslegar umbætur og sérstaklega kannski aðalega mitt bara eitthvað svona tiltekt í stjórnsýslunni og skattheimtunu til þess að gera hana meira skilvirkari til þess að geta, þú veist, borgað aftur þessar skuldir. Og þá gerði hann auðvitað ekkert vinsælan heima fyrir hjá elítunni. Nei, og það er líka það sem er alltaf svo blóðugt. Þú ert með þessa gráðugu elítu sem er kannski bara blóðsuga á samfélaginu. Já, jú. Því elítan þarna í Karþagó sem þeir vildu gera var bara að kasta byrðin yfir á bændurna og auka skattheimtuna. Hannibal barðist það mitt gegn því. Og það sem er áhugavert líka er að Hannibal var einstaklega fær hvað kallar svona stjórnsýslumaður. Já. eins og þetta tala þarna, þú veist, hann bætti stjórnsýsluna það mikið að þeim gekk mjög vel að greiða þessar stríðskaðabætur. Já. Og hann reynsaði mikið til. En var hann ekki líka kannski á því kaliberi að þú segir þeir drápa hann ekki, var hann ekki líka bara það virtur og það valda mikill? Jú. Eftir hann var komin aftur að það allir minnst tala að þessar faksjónir og þessar hans flokkur, þú veist, útrýmdi hinum flokknum, var það ekki? Þú veist, hann var þetta það mikil karakter, var ekki rétt hjá mér? Jú, alltaf það mikil dýrðar ljómi í kringum nafnið og allt sem hann hafði áorkað, þannig það þetta varðan, en það alltaf var líka síðan hluta því af hverju hann á endanum rökklast frá. Af því að hann auðvitað var byrjaður að vera óvinsæll. Já, og það er alltaf líka gamalt stef að svona heimalandi kann ekki alltaf að meta stórmenni, rétt eins og var líka með Churchill. Já, já. Og það sem er svo áhugavert líka með Scipio, hann var líka rökklaðist frá. Já. Hann yfirgaf Rómaborg, hann var sakaður hitt og þetta og hann var ekki stjórnmálamaður, hann var fyrst og fremst hermaður og svolítið svona típiskur svona strángur Rómveri, hann veldi ekki taka þátt í ykkur orðróma drasli og eitthvað svona spiltri stjórnmála þáttöku. Nei. Þannig að hann yfirgaf Rómaborg og hann til dæmis gaf fyrirmælum það að Rómaborg skildi ekki einu sinni fá beinin hans eftir að hann lést, þannig að hann lét grafa sig í Capua eða eitthvað þar, utan Rómaborgar. En Hannibal, og það er alltaf eins með Hannibal, hann þurfti síðan að flýja Karþagó. Já, og hann þurfti einmitt að flýja og ég held líka að tala hann hafi verið hræddur að hann yrði ráðinn á dögum. Já. Og það var eitthvað sem vofði alltaf yfir honum. Það voru líka auðvitað launmorð sem höfðu tíðkast líka fyrir stríðið og hann óttaðist alltaf þetta. Mér geti ykkur að sögur að því að hann hafi á einhverjum tímpúnti hvort það var þegar hann var á Ítalíu eða hvort hann var þegar hann var komin heim, fór huldu höfði, dulbjó sig til þess að vera ekki ráðinn á dögum. Já. Minni mig að lesa eitthvað. En þarna var hann orðinn mjög hræddur öryggi sitt, þannig að hann flúði einmitt fyrst til Fönikíu, var það ekki? Jú. Til Týre. Hvað heitir hún nú í íslensku? Týra. Já, manna ekki. Og fór síðan svona í smá svona flakk á milli svona hinna ýmsu hirða. Hann var þarna við hirð Antíókusar. Já, hjá Selúsíðum var ekki? Jú. Og var svona hernaðar ráðgjafi til að byrja með. Já. Og tók síðan reyndar við stjórn einhverja herja. Já. Einmitt þegar stríð Rómverja kemur austur í Miðjarðarhaf. Og var einmitt líka að vara þessi ríki við, ríki sem voru sjálfstæð þarna, var varaði við Rómverjum. Já. En hann var samt svolítið svona
hvorki fuglinni fiskur þarna því hann fekk ekki almennilegt embætti, hann var ekki almennilega treyst og sem var allan svona baktjaldamakk og hann var í svona viðkvæmri stöðu alltaf. Já, og svo líka á þessum tíma þá held ég að Rómverja voru farnir að lýsa eftir hún. Já. Og voru að fara að reyna, þeir vildu handtaka hann og reyndu að drepa hann, þannig að hann var að flýja held ég svolítið undan þeim. Og enda svo þetta með því, hvernig enda þetta svo aftur fyrir hann, Karl Greið. Þá var hann aftur hjá Bítíu, var það ekki? Og þá eru Rómverjarnir fættir að pressa á sko, að framselja hann sko. Já. Og svo eru nú kannski fer tveimur sögum það hvernig hann dó, en ekki flestir sammála það að hann hafi framið sjálfsmorð. Jú. Til þess að komast hjá handtöku. Jú. En síðan líka mér finnst það sérstaklega áhugavert þarna áður en hann fyrirfór sér. Hann og Scipio náttúrulega hittust. Það er náttúrulega fræg saga. Já, fræg saga. Þeir hittust, allan að vita að þeir hittust fyrir orðsturna við sama og rættu aðeins málin. Og það er náttúrulega mjög áhugavert þegar svona menn auðvitað hittast. Að það er náttúrulega margir sem hafa verið mikla andstæðingar hittust aldrei, en allavega þeir hittust. Og þá náttúrulega fræg náttúrulega sér setnissaga að þeir hafi þá mögulega hist einmitt í austrinu. Einmitt. Og það er þá náttúrulega eftir öll þessi stríð þegar hann er þá einmitt þarna eitthvað að reyna aðstoða hann Antiochus og þá Scipio einmitt hafa spurt Hannibal sko, hver hafi verið mesti hersöðingi sögunar og Hannibal svarar þá einmitt Alexander mikli og síðan spyr Scipio það aftur, þú veist, ok, en hver er þá í öðru sæti? Og þá svarar hann Pyrrhus af Epirus, sem er frægur fyrir svona Pyrrhic victory, Pyrrhískan sigur, það hafði einmitt barist úr Rómverja og hafði einmitt fengið að kenna á því að Rómverjar voru ekki eðlilega þjóð, þeir gáfust aldrei upp, það var alltaf bara nýr her. Einmitt. Og svo spurði þá síðan hver var í þriðja sæti. Þá sagði Hannibal, já, ég. En þá sagði einmitt Scipio sko, að því hann var náttúrulega seilast eftir sko, hvenær hann ætlaði að segja Scipio sko. Já. Og þá segir hann sko hvað hefur sagt ef þú hefði sigrað mig? Og þá svarar Hannibal að þá myndi ég náttúrulega setja mig í fyrsta setið. Já. Fyrir ofan Alexander og Pyrrhus. Já. Þetta er agalega góð saga. En þá er hann á sama tíma þetta að gefa Scipio það. Já. Af því að þetta er líka þessi saga hefur verið sýnd í þetta eru svona tveir gamlir svona herkallar sko, stórmenni að hittast og svona aðeins að nutta hvern annan sko. Að þá er Hannibal á sama tíma þetta að gefa Scipio það að hann hafi sigrað einn mesta hersöðingi allra tíma sem er stærri en Alexander. Æmitt. Já. Sem er í rauninni stærri en Alexander. Já. Þannig að þú mátt það eiga það. Ja, þú komst í veg fyrir það að ég er ekki í fyrsta seti. Já, það er mikið lof. Já. Þetta er þetta líka einmitt svona þessi ímynd Hannibals sem er bara þessi svona her-séni og þessi svona strategíu-séni sko, sem að náttúrulega þetta hefur lifað öldum saman og lifir enn. Já. Og margir, þú veist, herfóringjar og einhverju svona hernördar í gegnum árin að stúderað Hannibal og hann hefur verið mikið svona í hávegum hafður. Og ennþá við stríðskóla hér og þar heiminn, það var hann ennþá lesin. Og við getum talað með allir von Schlieffen hafi einmitt haft hann sem fyrirmynd þegar hann bjóð til Schlieffen planið sitt 1914. Já. Og fleiri svona dæmi. Og svo er líka áhugavert að hann hefur alltaf verið svolítið í hávegum í Frakklandi. Já. Frakkar hafa verið hrifnir á hann og Karþagó almennt. Já. Það er kannski líka því að Frakkar stóðu mikið fyrir fornlega uppgriftir í Alsír sem hann alltaf, þeir hófuð það. Já. Og svo þetta í Þýskalandi líka. Þess að við komum aðan mikill litteratúr Hannibal þar. Já. Og einmitt þessir prúsneska herfóringastéttin líka. Mjög hrifnir á honum. Meira segja hjá Rómverjum setna mér, því til dæmis þetta Severus keisara fjölskyldan, hún kom frá Norður-Afríku. Einmitt. Og hann einmitt tengdi sig við Hannibal, þar hann til dæmis lét þetta endurgera, hann fyrsti þetta Severus keisarin lét
eða byggja laga og skreita meira grafísi Hannibals sem var þarna einhvers staðar í það sem í dag Tyrkland held ég einhvers staðar B10 Já, hann alltaf dóð þar já, það ekki á vestusturöndinni? Jú, Held það einmitt hann hlýtur á að tala grísku Já, hann talaði grísku Já, Hann talaði mörg tungumál og meðal hans grísku og gríska náttúrulega var aðal tungumál þessum tíma þannig að hann og Scipio hafa þá talað grísku þegar hittust já. Því Scipio tala líka grísku Það er náttúrulega líka áhugavert Og svo eru heimildirnar skrifaðar á grísku líka Polybius er grískur Já, Livius er náttúrulega rómverskur er það ekki jú Hann skrifaði á latínu en þú varst ekki mentamaður Já, þú varst ekki aðalsmaður þannig séð nema og kunnir grísku þú Já, já Það var bara svo að vera að kunna ensku í dag Okkar heimsluta Þetta er áhugavert Þetta er stórmenni mikið Já Hannibal og gaman að taka hann en hvernig með hérna Scipio Africanus heitir Afrika eftir honum eða heitir hann eftir Afriku hvernig var það eftir? Já, hann er nefndur eftir Afriku Já, akkurat Fekk svona sigurnafn Já, eftir að hafa lagt Afriku Það er eins og einhverjir voru með Parthicus eða Britannicus og Germanicus og eitthvað svona fengur svona nöfn eftir að búin að berja á sem þjóðum Einmitt Herðu, er eitthvað fleira sem að við þurfum að koma að hér í tengslu við Hannibal áður en við leggjum upp laupana hér í hlaðvarpinu í dag Nei, þetta var svona röði yfirferð en það er náttúrulega heilmart sem hægt er að taka fyrir þetta en ég held að þetta sé svona nokkuð góð yfirferð því og svo náttúrulega ef menn hafa sérstakann áhuga þá náttúrulega þetta bara benda á allar þessar bækur eins og það sem er farið alveg í sauman á því þarna hvert hann hélt og hvað hann var marga daga þarna og hversi staðir eru og svo náttúrulega meira sagt þannig að það er meira sagt að vera með þessar bækur og fylgja leiðangrinum Já, svo var nú kannski gaman að fara í pílagrímsferð bara og fara í ferðina Já Hvernig væri nú það? Það var ekki ekki maður Í fótspor Hannibals Byrja hjá nýju borginni í Cartagena Ég þetta komið til Cartagena Já, ég hef komið þangað líka Já Ég var þar í fyrra Já, varst þar í fyrra, það er skemmtilegt Þar er einmitt svona rómverst svona amphitheater Já leikhús já, ég fór einmitt þangað Já en svo er auðvitað að lesa líka bara frumheimildirnar lesa bara Polybius til dæmis Algjörlega. sem er held í svona ríkasta frumheimildin Já og það er talað um að svona yfirleitt ef að heimildum ber ekki alveg saman að þá láta menn Polybius eiga síðasta orðið Já, hann Livius og sérstaklega gagnrýnir og neikvæður í garð Hannibals Enda Rómveri, þannig að það er kannski skiljanlegt Enda notuðu Rómverjar þar sem grílu á börnir sín og Haga er ekki að kemur Hannibal og tekur Já, er það ekki líka að tala um að það sé bara orðatildæki sem eru alveg lifað bara næstu því fram að þennan dag í latneskum tungumálum Jú, er þetta ekki eitthvað að borðið Hannibal ad portam? Jú Hannibal við hliðið Jú, akkurat við hliðin Hannibal við hliðin Já, einmitt Herru, þetta er áhugavert þá veldi ég að við bara pökkum saman hér og segjum að þetta er gott hér af þessum umræðum í bili við snúum þá aftur hér í hlaðvarpinu söguskoðun í næsta þætti og þá ætlum við nú að ræðum annað mjög skemmtilegt málefni úr sögunni sem að nú komið tími til að taka fyrir við minnum hlustendur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com hlaðvarpi söguskoðun er á Facebook og það er þetta nálgast hlaðvarpi söguskoðun á öllum hlaðvarpsveitum þar sem að þú nálgast hlaðvörp að því sögðu kveðjum við hérna í dag og þökkum fyrir okkur veriði sæl